Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Flókið að setja svona rafmagnsstrætisvagn í gang? Já, það smá vesen, það sé nú bara flóknar að setja sig í öryggisbeltið. Hérna, velkomin í rafmagnsstrætó. Þetta búið að vera eitthvað bið eftir þessu? Þetta búið að vera að taka okkur 4 ár að ná að eignast þessa bíla. Það svo sem ekkert grín að komast í rauðin að fá svona eintak. Já, hvernig eru svona rafmagnsstrætisvagnar frábrugðnir þessum hefðbundnu sem að fara hringa til hringum bæinn? Já, fyrir að fyrsta náttúrulega eru þeir eins og nafnið gefur til kynna, þá verður þeir ekki að akum á dísilolíu, heldur rafmagni. Þetta er kannski getið hérna. Ég er að góma þig að keyra hana vagn í fyrsta skipti? Já. Hvað stingið þið í samband og hvað dugar hleðslan? Við náttúrulega eins og ég segi, kosturinn að keyra rafmagni sá að við erum á umhverfisvænni orkugjafa heldur en dísilolían. Og við erum að hlaða bíluna í samstarfi við Brynborg. Þeir reka eina öflugustu leiðsögnstöð landsins upp á flugvöllum. Og eiginlega svo eina sem nógu stór til þess að anna okkar orkuþörf. Fyrsta daginn sem við stungum í samband þá fórum nú allt í lás, en það er búið að laga það. Það er nú í gangi. Bara að læra nýja siði á nýjum bílum. Við erum ekki að fara í olíuskipti með þessa bíla, því það er náttúrulega engin olía á mótornum og bremsukerfið er þannig að þeir eru að við þurfum alveg aldrei að stíga á bremsuna, þannig að bremsuviðhald sem er svona stærsti punkturinn í viðhaldi á svona stórum vögnum er nánast engin. Og Þannig að það kemur aldrei smurkanna nálægt þessum bílum eða hvað? Já, ekki svona þessi hefðbundna? Ekki nema til að smyrja í lammir á hurðunum. Það er náttúrulega bara þannig, eins og segir, maður hefur aldrei stígað á bremsuna á tíma sem þú ert búinn að vera í bílum. Því að hann sér einmitt bara sjálfur. Það er bara slett inngjöfinni og þá bara bremsar hann? Já. En það er bremsa til staðar? Já. Þú hjálpið þér. En hvað, endur hleðslan daginn eða hvað, eru þið búin að finna eitthvað út af því? Já. Fyrst var hann ekki eldastaginn. Svo þannig að í raun og veru þá voru þeir stiltir í 20 og eitthvað gráðu hita. Þannig að hitarinn var svolítið hressilegur og við skildum ekkert í þessu, en svo áttum við okkur því að við þurftum aðeins að lækka hitann nokkra gráður og þá var bara allt komið í ljúfa löð. Og góður stofuhiti fyrsta daginn í vagnunum? Já, það var eiginlega bara steik í honum. Þú vilt ekki hafa meir en 16-17 gráðu hita í svona bíl. Já. Annars átti að vera að fara að rífa úr úlpunni og eitthvað. Það besta fyrir kúnnan er náttúrulega að við erum að fá mikið hljóðlátari og betri bíla í allri daglegri umgengni heldur en bara við erum vön. Já, það suðarbið í þessu, þetta er bara svona eins og í framtíðarmyndunum. Já, þetta er eins og í Back to the Future. Svo eru alls konar nýjungar í þessu vögnum eins og digital speglar. Nú er ekki lengur speglar utan á bílunum. Það er bara myndavélar? Já, myndavélar sem við þurfum svolítið að læra að keyra upp á nýtt. Þetta
fyrir bílstjórana er þetta alveg ný hugsun. Það er svolítið öðruvísi að keyra á rafmagni heldur en hefðbundnum orkugjöfum. Þessi stiltur á að láta maður vita ef maður fyrir 15 km hraða þegar maður er inn í þéttbýli, þannig að þess vegna fer hann að flauta. Þannig að á 7 ára tímabili sem við höfum verið að sinna strætisvagnaþjónustu hefur náttúrulega notendahópurinn aukist gríðarlega, þannig að þessi hálftíma akstur sem við erum að sinna er svolítið stífur. Það er ekkert allir sem vita það, en í Reykjanesbæ eru ca. 45–47.000 innstiga farþegum á mánuði. Það er svona eins og allir íbúar Reykjanes færi í bílinn 2 á mánuði. Þegar við vorum með sem mesta hælisleitendur á svæðinu þá fóru innstigin upp í 65.000 á mánuði, sem er alltaf gríðarlega mikið álag á ekki stærra kerfi en þetta. Þannig að það eru mjög mikið notaðar þessar samgöngur í bænum og það er bara mjög gott og ég er virkilega stoltur af því að geta boðið upp á að fólk sé að ferðast á umhverfisvænan máta. Til að byrja með erum við búin að vera með 1 bíl í notkun. Við erum að átta okkur á hvað kostar að aka honum, hvað batterið dugar, með alls konar aðstæður, með hvort hitastigið er 15 gráður eða 20 gráður í bílnum. Þetta skiptir rosalega gríðarlega miklu máli. Þannig við erum búin að vera í svona test and tune og reyna að ná svona fram að við getum notað á hámarkað nýtni þeirra og núna á morgun fara allir 3 í notkun. Þannig að þetta er spennandi tímar með okkur. En svona þessi almenna notkun á vögnunum, eru þeir meira notaðir í Njarðvík heldur en Keflavík? Er einhvers ákveðið svæði þar sem er mesta traffíkin inn og út úr strætó? Mesta álagið er náttúrulega kringu skólatímana, þegar skóli byrjar og skóla lýkur. Svo er það bara svona miðjudagurinn sem er mest nýtt. Er þetta unga fólk að nota vagnana eða dreifist þetta alveg á? Það er fólk úr öllum stigum samfélagsins og hvort sem það er ungir sem aldnir. Já, við erum í töluverða breiðan hóp af notendum. Hvað eru margir staðir þar sem er stoppað? Já, nú náður mér, það er ansi margir. Við náttúrulega rekum 3 aðaleiðir. Það er R1 sem gengur stafnan á milli Keflavíkur og Njarðvíkurhverfanna og svo er það R3 sem gengur á Ásbrú og R4 sem fer í Hafnir. Þú ert búinn að sjá þennan strætisvagnaakstur í þó nokkuð mörg ár? Já, þetta er 7 ár komin sem við höfum sinnt þessum akstri. Og þú sagði að það eru 4 ár cirka síðan þú fórst að bera víurnar í þessa rafmagnsbíla? Já, það má eiginlega segja það. Þetta er búið að vera mjög löng meðganga að fá þessa bíla. Og já, við erum búin að fara 4 ár í þetta, koma þessu á koppinn. Er búið að vera mikilvægt þróun í þessum bílum? Það er búið að vera gríðarleg þróun og kannski höfum við einmitt fengið að njóta þess að fá ekki bílana strax í hendurnar. Því að núna á þetta bara að vera bulletproof eða skotelt og við ættum að vera komnir yfir flestu vandamálin og bara vonandi gengur það vel hjá okkur að nota þessa bíla. Þessi bílar hafa verið, eldri kynslóðin hefur verið upp á Skaga núna í 4 ár á minnsta kosti og þeir hafa komið mjög vel út þar. En þú hittir á þennan tímapunkt að þú ert að fá 4 svona rafmagnsstrætisvagna á sama tíma og það hefur verið að bjóða út kerfið, þannig að þú kannski verður að krossa fingur núna að rafmagnsvagnarnir gera eitthvað fyrir þig. Já, ég verð að vanda mig þegar ég skili nútboðsgögnum náttúrulega sjálfsögðu en á sama tíma og erum farin í nýja tíma þá bara vona ég að ég geti þetta sé bænum til hagsbóta og ég getum boðið betra verð með minna viðhaldi. Verður kerfið þá alfarið á rafmagnsvögnum? Alfarið á rafmagni og það er bara eins og segi, það er framtíðin. Og hvernig líst mannskapnum á það að keyra þessa bíla? Það er kannski ekki komið mikið reynsla á það? Jú, menn eru mjög spenntir og menn eru að fá svona vítamínsprautu. Við erum búin að vera að keyra á sömu bíluna núna nánast þennan tíma sem við höfum verið að sinna þessari þjónustu og þeir eru mjög ánægðir að fá ný tæki í hendurnar og ný tækifæri og það gefur mönnum innblástur. Það er ekki nokkuð spurning, menn eru ánægðir með þetta. Hvað taka þessi bílar af farþegum? Það eru 75 farþegar sem mega vera í bílunum að jafnaði. Þetta er eitthvað samt 2 stærðar bílar, við erum á minni bíl núna heldur en hinni 3.
Já, í raun og veru eru 4 bílar sem við keyptum en kerfið þarfnast bara 3 bíla. Og bílarnir sem verða notaðir í kerfinu eru 12 metrar langir, þessi 9 metrar langur. Það bara hentaði, hann var ekki á staðnum þegar við fórum í þennan pröfuakstur. En þetta svona aukabíllinn okkar, eins og maður segir. Hérna 12 metra vagnin sem verður svona algengari á götum Reykjanesbæjar. Hérna erum við með nóg pláss fyrir barnavagna og hjólastóla. Og þannig að þetta hugsað alla að þeir hafi aðgengi til þess að ferðast með okkur. Mikið það að vagnar og svona sé að koma með í ferðir? Við erum svolítið að fá barnavagnana en það hefur verið minna hjólastóla. Við náttúrulega rekum mjög góða ferðaþjónustu í Reykjanesbæ. Reykjanesbæ með mjög góða ferðaþjónustu fyrir fatlaða, þannig að þeir hafa lítið þurft að nota sér almenningssamgöngukerfið. Þannig eru velkomnir. En hvernig með gæludýr í vagna? Má ég koma með snata? Já, við erum svo sem, ef hundar eru litlir og ekki ógnandi við aðra, þá sjáum við ekki vandamál að þeir komi með okkur. Bara svo það sé sagt. Já. Hérna erum við með spes-sæti fyrir Má. Já, það er bara þannig að Már Gunnarsson getur bara fengið sitt sæti hérna og hvað gerir þetta sæti hérna? Þetta er bara sérstaklega rúmgott sæti og gert ráð fyrir sér stöðuna, knappur og annað hérna fyrir hann og ekki fyrir Má, heldur fyrir þann sem þar leysu hund. Já. Og þessi grind er hérna á milli til að aðskilja svæðið. Þannig að Már og Max sem ekkert að vanbúnaði að taka strætó við Reykjanesbæ. Ekkert að vanbúnaði. Þetta ekki allt saman bara svona, eins og maður segir, hefðbundnar innréttingar? Jú, þetta er náttúrulega bara nýtt og flott og vonandi bara koma krakkarnir til með að virða það að hafa fallega strætisvagn. Hefur það ekki lagast aðeins? Umgengni? Jú, það var á tímabili sem að þú fékkst svona leiðenda heimsóknir í vagnana. Já, það var meira að segja að þegar bílarnir voru í ferð þá var svolítið það voru skorin sætin og skemmt og ég held að við séum búin að skipta cirka 65 sæti á þessum 7 árum vegna skemmdaverka og við vonum það bara núna ef að fólk sér það í nýjum og flottum vagnum að sjá sér hagið því að hafa það svoleiðis. Ganga svo um þess á sinn eigin bíl. Já, akkurat. Þetta er fjárfesting upp á cirka 250 milljónir, þessi 4 vagnar. Þannig að þetta er svo sem ekki gefið. En eins og ég segi, við vonumst til þess að rekstrarkostnaðurinn komi til með að brúa það bil. Hver er líftíminn sagðu vera á svona tæki? Það er allavega 7 ára ábyrgð á öllum íhlutum bílsins, rafhlöðinu og öllu því sem skiptir máli. Og það er komið ný tækni til þess að endurvinna batteríin eða rafhlöðurnar og tiltölulega auðvelt mál að skipta þeim út þegar að því kemur. Og þá fá nýtt líf í einhvers konar öðrum tilgangi. Þannig að þetta er ekki orðið eins og þetta var í gamla daga að það þyrfti að farga rafhlöðunum. Núna er þetta allt saman nýtt til þess ítrasta til þess að minnka skaðsemi þess. Segðu bara aðeins að rútukallinum Sævari, þú ert nú búinn að vera í þessu, þetta er náttúrulega í blóðinu hjá þér. Já, pabbi var aðeins byrjaðar að föndra við þetta og svona kom mér út í þetta. Ég er búinn að vera... Hann náttúrulega þekkti leigubílstjóri á sínum tíma. Já, hann var allt í öllu kallinn, hann var heldur mikill frumkvöðull á mörgu leyti. Og byrjaði að vera með þessa stóru leigubíla og svo fór hann að vera með svona litla skutlur fyrir flugafnir og það var mikið fyrir steina á hótelinu, Kanada 3000 ævintýrinu að það byrjaði. Allir frá startið að hans rútubrölti. En svo færð þú þig rútu og þetta byrjar á einni rútu, eða ekki? Jú, ég er búinn að vera 30 ár í þessu umhverfi, þessu rútuumhverfi frá því ég byrjaði að keyra fyrir pabba. Ég er búinn að vera 20 ár núna með þennan rekstur, Best for You. Hann verður 20 ár núna í júní. Og eins og ég segi, það er bara akkurat þessi tímamót núna að byrja á þessu, á 20 ára afmælinu, er náttúrulega bara góður áfangi fyrir fyrirtækið og skemmtilegt. En ég má segja það að 1. maí árið 2000 þá keypti ég fyrstu rútuna, þess að það var eigin kennitölu, þannig að ég er búinn að vera 25 ára í rekstri núna í maí. Skemmtileg tímamót allt saman.
Og svo bætist alltaf við. Ein rúta verður 2 og 2 verða 10 og hvað ertu með mikið af bílum í dag? Við rekum eitthvað rúmlega 50 hópferðabíla og strætisvagna í dag. Og að keyra allt land? Keyrum allt land. Hvernig svona venjulegu dagur hjá flotanum þínum? Hvert þið að fara? Það bara, þessi föstu verkefni og svo það bara hringir í kringum landið og dagsferðir og hópaferðir og skólaferðir og frístundaakstur. Það alls konar. Við erum með akstur fyrir Icelandair, sjáum allar áhafnir fyrir þá, þannig að við erum með sólarhringsvakt alla daga ársins. Ná að gera sko. Og alltaf gaman? Já, það er þetta á sína brekkur en það er endað síðum og verða aftur á flatlendi eins og maður segir, ef maður orðað þetta einhvern veginn þannig. Er ekki sumarið eða það ekki stærsti tíminn? Sumarið er stærsti tíminn og núna verður sjálfsagt sumarið mjög stórt hjá okkur því að mánuði fyrir venjulega til dæmis Icelandair að fara að byrja með sína sumaráætlun. Þannig að það er stutt í núna, bara 15. apríl, það fer alltaf golf hjá okkur. Hvernig gengur að manna þetta? Það fer svona tvennu sögum að því. Það er svona mismunandi eftir árunum bara. Þetta er svolítið sveiflukenndur bransi. Við erum með 60 manns yfir veturinn í fullu starfi. En yfir sumarið allt upp í 120. Þannig að, eins og ég segi, þetta er svolítið sveiflukennt. En þetta hefur alltaf gengið hingað til. Þannig að það er eins og það er. Þú ert ekkert að leggja árar í bát, þetta bara halda þessu áfram? Já, ég er ennþá ungur. Ég er 50 í júní og þannig að það er nóg eftir. Já, okkur tókst þetta að komast hérna. Já, stórslys á laust bara. Stórslys á laust hennar rund. Halló, við erum Nanna og Brynjar úr hljómsveitinni Of Monsters and Men og við erum menn ársins á Suðurnesjum. Við ætlum að flytja fyrir ykkur eitt lag hérna. Mikið rétt. 1, 2, 3, 4. You were a child, crawling on your knees towards it, making mama so proud, but your voice was too loud. We like to watch you laughing. You pick the answers off the plants, no time to think of consequences. Control yourself, take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. Control yourself, take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. The water is warm, but it's shooting me shivers. A baby is born, crying out for attention. The memories fade like looking through a fog mirror. Decisions are made and not all, but I thought this wouldn't hurt a lot, I guess not. Control yourself, take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. Control yourself, take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh.
Endir. Já, þetta er góður endir. Jú. Ok. Leið við þakkum fyrir áhorfið viljum við minna á að við erum að gefa út okkar vikulega blað. Verður 45 ára á þessu ári. Blaðinu dreift ókeypis öll Suðurnes á 25 til 30 stöðum en einnig á 4 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Það hægt að nálgast blaðið rafrænt á vefnum okkar vaff.is. Þar einnig fleiri fréttir. Alla daga vikunar. Þá erum við með golffréttir á kylfingur.is. Við þykjum góðar ábendingar efni sem gæti verið í okkar miðlum. Við þakkum fyrir að sinni. Verið sæl.